Halló, í dag ætla ég að sýna ykkur förðunarlúk með vörum sem eru bara cruelty free og nokkrum sem eru 100% vegan. Ég spyr ykkur stundum hvað ykkur langi að sjá og ég er oftast beðin um að gera svona cruelty free vídeó, þannig ég ákvað að skella í eitt svoleiðis fyrir ykkur. Ég var heillengi að lesa mig til áður en ég tók þetta vídeó upp, þannig að þið verðið að fyrirgefa mér ef það er eitthvað þarna sem er ekki rétt. En ég ákvað að nota bara nóga merkjum til að gefa ykkur hugmyndir. Ég var búin að setja mig í dagkrem, þetta er kremið sem ég notaði. Svo er ég nývöknuð þarna með bauga niður á hné, þannig að ég ákvað að setja á mig augnkrem. Svo notaði ég að sjálfsögðu uppáhalds primerinn minn frá Skin Iceland. Það er eitthvað nýtt þeng hjá mér að gera augabrúnirnar mínar í rauninni tvisvar. Þannig ég byrja á því að setja blýant í þær og svo nota ég Anastasia Dipbrow eitthvað svoleiðis. Þetta er kannski tvíverknaður en mér finnst það bara að koma ágætlega út. Og ég einhvern veginn svona sé betur hvað ég er að gera þegar ég setja síðan Dipbrow í. Gera það bara svona létt fyrst og svo ef mér langar að hafa það svona meira skarpar eða meira dökkar þá ger ég aftur. Þarna kemur kynþokkafullur dans í búði mín. Ég var svo heppin að fá að prófa farða og hyljara frá Ilia Beauty fyrir þetta vídeo. Og þetta merki er organic sem að skemmir ekki. Og ég ætla að bera það á með þessum busta frá Elf. Elf vörurnar eru næstum því alveg vegan. Það er bara nokkri bustar sem eru ekki vegan en annars eru þær cruelty free og vegan. Allavega googlaði merki í drasl og ég komst að þessari niðurstöðu. Og þetta er náttúrulega vegan bursti sem ég er með. Hann heitir Powder Brush en ég hef alltaf notað hann í make. Ég veit ekki af hverju, ég fíla hann bara mjög vel í það. Mjög vondur hárdagur og hárið mitt virkar svo ógeðslega skítugt en það er bara því ég er með svo ógeðslega rót. Þetta er hyljarinn. Ég var að prófa hann í annað skipti og ég komst síðan að því að hann var svona pínulítið of dökkur undir augun á mér. Þannig ég setti annan eftir á þið sjáið það. Þessi Anastasia hyljari er mjög ljós og hann er mjög góður til að lýsa upp augsvæðið. Ég var í ykkur hyljarastuði þannig að ég ákvað að nota gula litinn úr Coverall Mix frá Makeup Store á bólurnar mínar og rauðu örin mín. Svo dumpa ég smá farða yfir þetta allt til þess að jafna þetta aðeins út. Þarna er ég bara að nota ljósan Too Faced augnskugga undir augað til þess að festa hyljarann. Og ég setja hann augnskugga líka upp á augnbeinið. Ég byrja á að nota Too Faced sólapúður í skygginguna upp á augnbeinið. Svo nota ég þennan laxableika augnskugga frá Makeup Store. Svo eftir að taka eftir ég tek alltaf Real Techniques setting brush inn á milli til þess að mýkja skygginguna. Þetta er augnskuggi frá Colourpop. Svo ætla ég að nota þennan gullfallega augnskugga frá Concrete Minerals en það er einmitt 100% vegan merki. Hann er svona lausu, ótrúlega fallegur. Og af því að ég var búin að setja mig farða þá notaði ég þetta tissue til þess að það myndi ekki allt hrynja niður. Svo notaði ég þennan Eye of Horus blýant í neðri vatnslínu og smötsa hann svona aðeins niður fyrir vatnslínuna. Og notaði svo Colourpop bandit aftur. Mikið rosalega er ég drungaleg. Shit.
Þetta er smá svona glimmer og glans í innri augnkrókana og þetta er Colourpop Birthday Girl sem var reyndar bara tímabundin litur en það eru til margir svipaðir. Eyeliner frá Iophorus. Svo ætla ég að nota Anastasia Dipbrow og ég var að hlusta á tónlist þarna. Ég var í mjög miklu stuði. Ég vissi ekki að það væri svona ljót þegar ég myndi syngja. En þetta er sérst súkkulaði bronserinn frá Too Faced. Ég á hann bara í palettu. Því miður, hann er amazing. Þannig að sjáu þið hvað ég á við. Hvað er að gerast hérna? Og ég notaði ljósbrúnan augnskugga úr þessari gömlu jólapalettu til að skyggja með. Skellum okkur kinnalit. Ég ákvað að nota stök augnhár frá Ardell. Og dópið mitt notaði ég að sjálfsögðu, Skin Iceland sprayið. Svo ákvað ég að setja blýant undir varalitinn, bara svona til þess að dekkja varnar aðeins og til þess að myndi svona grípa litin betur. En varaliturinn er semst frá OCC og OCC er 100% vegan merki. Og þetta er svona mitt á milli þess að vera varalitur og gloss ef þið kannist ekki við þessa formúlu. En þeir eru súper fallegir. Þá er ég bara tilbúin. Ég er reyndar glemt að setja með highlighter, en það verður að hafa það. Ég ætlaði að setja með Mary Luminizer frá The Balm. En vonandi höfðu gaman þessu vídeói, vonandi fengið ykkur hugmyndir að því hvaða merkið geti notað ef ykkur langar að nota eingöngu cruelty free vörur eða vegan. Takk fyrir að horfa og endilega látið í ykkur heyra.